skipti. Já. Steini, hvað viltu fá út úr þessum töluleiki? Nokkur stig. Þannig þetta vil ég fá allavega 1 sigur og helst 2 en markmiðið náttúrulega bara að byrja vel á móti Úkraínu og vinna þannig. Myndirðu möguleikann að þetta verði gott landsleikjalið? Landsleikjalið? Þetta verður gott verkefni? Þetta verður, ég er bara bjartsýnn sko. Ég hef ekkert annað, enga ástæðu til annars að vera bara bjartsýnn og vonandi við höfum bara dregið lærdóm að því í síðustu 2 leikjum svona hvernig við þurfum að vera og hvað við þurfum að trúa og við vitum það alveg að þegar við þurfum að spila mútið Úkraínu að þetta verður hörkuleikur. Þetta er lið sem er erfitt að spila múti, þær eru ekki þannig lið að þessi hanga mikið, vilja mikið vera með boltan, þeir eru mikið svona transition-lið, skyndisóknir, repress, vinna boltan hátt ef það er möguleiki á því. Og svo er það bara að fara að stystulega markinu, þannig að við þurfum að vera tilbúin í allt raunverulega. Það er alltaf öðruvísi leikur en síðustu 2, þetta breyta miklu? Þetta breytist alltaf svona eitthvað, en svona ákveðin grunnatriði sem er alltaf í fótboltaleik, þau þurfa að vera til staðar þarna, skipulag þegar við erum að sækja, þegar við töfum boltanum, við séum rétt skipulag þar og allt þetta, þannig að það er til dæmis gríðarlega stórt atriði á móti Úkraínu að sá hluti sé í lagi þegar við erum að sækja við séum rétt staðsett þannig að boltinn tapast að þá sé ekki auðvelt að breyka okkur. Þannig það er alls konar svona hluti sem við erum að varast og að vera góð í og sem gerir ráð fyrir kannski svolítið að við ættum hugsanlega að vera meira boltan heldur en Úkraína en það er sjálfur sér ekkert markmiðið en svo er það líka því þær vilja ekkert endilega mikið vera boltan þá er það spurning hvort við eigum að leyfa að vera meira með það til að svona þess að taka ákveðnar tennur og leik þeirra. Það elskar allir á Íslandi enska fótboltann, spenntur að fá enska lið hingað? Já, það er alltaf gaman. Mér finnst það er alveg sérstakt að spila út á Englandi að því leyti til sko. Þetta var svona umgjörð sem var bara á sama standard og að taka þátt í lokamóti og gríðarlega vel gott utanumhald og skipulag og þetta var svona bara topp gæði alla leið hjá þeim þar. Þá var kannski búningsliður og annað í Nottingham og eftir sérstakur að þá voru, það var áhugavert að vera þar að þessu leyti að það var fullt af fólki og bara umgjörð og annað var alveg á hæsta klassa. Kristín, á fundinu með Lindu, hvað sér henni? Bara jákvætt, ég held að við getum alveg, ef að Linda heldur áfram að bæta sig og heldur áfram að svona haldast heil og vera í góðu standi að þá getur maður alveg séð Lindu spila alveg fullt af landsleikjum í framtíðinni og ég vonast til að hún bara komi og sýni sína allar bestu hliðar og njóti þess að vera í hópnum með okkur núna og taki svona jákvæð skref fram á við til að fá mínútur með okkur. Amanda og Selma, hver er staðan á þeim? Amanda er svona aðeins í hana, aðeins svona byrjuð í bolta eitthvað en ekki inn á æfingum. Selma er byrjuð að æfa með liðinu á fullu og svona nánast farin að gera allt inn á æfingasvæðinu. Það kannski, ég man ekki að tala við henni fyrir 10 dögum, þá var hún, kannski er hún ekki komin alveg að vera með öllu spili en allavega var hún svona að detta inn í spil þegar ég talaði við henni síðast. Eitthvað komin inn í þetta allavega? Já, hún er á réttri leið og þetta lítur allavega bara vel út í dag með hvernig það kannski leit út fyrir 6 mánuðum. Komst líka eins og náðan Laugardalsvöllurinn loksins kannski sé einhver að fara að spila þar, hann er teppalegur núna, hvernig svona bara líst þér á það og ertu, hvað segir maður, bara bjartsýnn að hann verði í toppstandi þegar fyrsti leikur skella á? Já, ég held að hann verði bara fínn sko, þetta verður hann ekkert alveg eða grænn en hann verður sléttur og allt það sko, þannig að ég held að hann verði bara í góðu lagi og eins og ég sagði áðan, þetta er tíðin og undanfarnar 3-4 vikur hefur ekkert verið að hjálpa til en að því að hann sko fyrir mánuð eða svona 1,5 mánuði síðan þá var hann eiginlega bara liggu eða grænn sko, þannig að svona með árstíma þá var hann vel grænn, þannig að maður er svona ákveðin vonbrigði hvernig veður hefur þróast og hann svona það er ekki að hjálpa til allavega við stígandan í honum þar. Ég spyrir aðeins út í deildina núna, Blikalið er þar valslið, kannski ekki með fjármagn á hefur verið, getur við séð einhverjar sviptingar áttu hún á því? Með nýja meistara? Já, jafnvel.
Já, þú veist, leikurinn á morgun verður alveg áhugaverður, Víkingur og hérna Breiðablik og svo náttúrulega í framhaldi af því kemur FH Breiðablik að hérna meistarana og svo nú náttúrulega Lengjubikarinn. Þú veist, Blikalið er ennþá svona eitt af 3 bestu liðunum held ég. Svo er þetta Valur, Víkingur, FH, svona sem að, eins og ég sé þetta núna og það sem ég hef séð, þá svona er þetta kannski lítur svolítið þannig út, ekkert ósvipað var í fyrra. En hérna, en svo verður þetta bara áhugavert að sjá hvernig, þú veist, það eru nýir menn í brúnni hjá Breiðablik og svona mikla breytingar en allavega það var svona verið allavega stígandi á þeim undanfarið. En hérna, og svo er það bara spurning hvernig FH held ég reyndar að verði mjög sterkt í svona. Takk fyrir.